Virðulegi forseti, ég er nú þekkt fyrir að vera enga tilfinninga og ég brast í grát. Þetta var svo alveg sorglega lélegt svar. Það var í rauninni farið allt aftur að hruni þegar var verið að reyna þá að fylgja lögunum með hvað lýtur að síðari málslið 69. gr. laga þar sem aldrei átti að hækka minna heldur en verð samkvæmt vísitölu neysluverðs. Staðreyndin er allt önnur en í dag, hæstv. Fjármálaráðherra, og það er verið að tala hér skal taka mið af launaþróun sem ég skildi að sé 11% og að blanda saman þessum 2,9 milljörðum sem eru ekki að fara í beina hækkun á kjörum öryrkja. Það er náttúrulega bara, ég veit ekki eiginlega hvaðan hæstv. Fjármálaráðherra fær þá hugmynd að gera það. Ég bara skil það ekki. Staðreyndin er einfaldlega þessi: það er verið að leiðrétta kjör öryrkja ranglega og í lokin, fyrst ég nú komin hérna alveg í stuð, pínulítil spurning. Veit hæstv. Fjármálaráðherra hvað það eru mörg tugþúsundir Íslendinga sem eru að fá útborguð laun jafnvel undir 250.000 kr. á mánuði?